svo undraverð og ævintýraleg. Við erum svo heppin þú og ég, að mega alla daga leik okkur og lifa henni í, svo himinsæl og himinlifandi. Þá eru þær tilbúnar. Ó, já. Ég er búin að vera að æfa mig í allan morgun. Mér langar svo ótrúlega mikið að geta joglað með 3 boltum. Þú ert ennþá að? Já, ég get þetta einhvern tímann. Já, ábyggilega. Ég þarf bara að æfa mig aðeins lengur. Það er nefnilega svolítið þannig að ef maður langar að verða mjög góður í einhverju, þá er bara ein leið til þess. Og hún er að æfa sig mjög mikið. Þetta gengur svona ljómandi vel hjá þér. Já. Ég þekkti nefnilega einu sinni konu sem vann í sirkus og hún var alveg ótrúlega góð í að jogla og hún kenndi mér smá. Já. Hvenær var þetta? Fyrir mjög löngu síðan. Hún bauð mér að segja að ganga til liðs við sirkusinn, en svo var skipið mitt að fara, þannig að ég varð að drífa mig. Jaha. Bréf, kannski er þetta bréf frá vinkonunni í sirkusnum. Kannski er hún að biðja að koma að vera með. Já, kannski. Og kannski má þú bara koma með líka. Það vantar alltaf einhvern til þess að bursta tennurnar í ljóninu. Áhú, spennandi. Er í lagi að segja pínu ósatt ef það er til að vernda einhvern, eins og til dæmis ef Bói vinur minn segir að Ari vinur okkar sé leiðinlegur og vill ekki leika við hann, þá vill ég ekki segja Ara frá því, en Ara langar alltaf til að leika við Búa. Kannski er best að segja bara ekki neitt. Það hjálpar Ara ekki neitt að vita það að Búa finnst hann leiðinlegur. Nei. Þetta er bara erfið spurning. Ég get ekki svarað þessu. Nei, ekki heldur. En ég veit hver ég get það. Þetta er upplögð spurning fyrir ráðgjafan okkar. Einmitt. Herðu, þú heldur bara áfram að æfa þig og ég fer niður og sendi bréfið með ráðavélinni. Mjög gott. Jæja. Góðan dag. Má segja ósatt ef það er til að vernda aðra. Þarna. Þetta var erfið spurning. Svar berst innan tíðar. Edda! Hvað var þetta? Hvað brotnaði? Ekkert. Ja, ég heyrði brothljóð. Nú? Já. Já, var það ekki bara þessir ég var að æfa mig á þá. Ég var aðeins að spila. Edda. Viltu prófa?
Það ná í uppskriftabókina mína. Ég var að baka. Ætla að hvort uppskriftin væri ekki örugglega rétt. Jæja. Veist það. Halda áfram að æfa sig. Óps. Afsakið. Þetta. Wow. Jæja. Er þetta ekki bara orðið nokkuð gott? Vilt þú ekki bara koma og fá þér svolítið sætislaka eins á og fá þér smá hressingu. Kjur. Hísh. Nam. Rosalega góða kökur hjá þér. Já, finnst það ekki? Og ég myndi uppskriftina, nánast alveg. Og ég var að hugsa að baka alveg helling og pakka inn svona í litla pakka. Já, það er fallega að hugsa. Það er ábyggilega gaman að fá svoleiðis pakka. Er það ekki bara? Ég held að sé gaman að fá eitthvað svona sem einhver hefur búið til handa manni. Já, það haldi áfram að æfa mig. Nei, okkur, hérna þarftu þess. Já. Ég þarf sko að æfa mig, mér langar svo að verða alveg virkilega góð í þessu. Já, en hérna, hvers vegna? Þú veist, þetta er ekkit frábærlega gagnlegt. Hvernig veistu það? Kannski er þetta bara eitthvað mjög gagnlegt. Maður getur ekkert vita það hvort maður eitthvað sem maður er að læra er gagnlegt eða ekki. Nei, það er reyndar alveg rétt hjá þér. En viltu vera svo væn að brjóta ekkert fleira? Já. Ég meina, ég braut ekki neitt. Nei, einmitt. Nei. En hérna, var ég ekki með 3 bolta? Nei, það er ágætt að ég er með aukabolta. Veistu, ég er alveg skíthræddur við þessa bolta þína. Hvaða? Ég er orðin mjög góð í þessu. Ég er búin að æfa mig í allan dag. Já. Ég missi þá eiginlega aldrei. Einmitt. Nei. Heyrðu þetta? Hvað? Það kom eitthvað hljóð þarna frammi. Hanna? Heyrðu. Þú er að gá. Ég þori ekki. Ha? Far þú og gáðu. Bara gá? Þangað. Heyrðu þú eitthvað? Nei. Það er reyndar alveg fáránlegt því að ég heyri alveg rosalega vel. Ég líst ekkert á þetta. Halló? Ég sé ekki neitt. Nei, gá betur. Sér eitthvað? Nei, Allt í lagi. hér er allt bara eins og venjulega. Nei. Hvað? Sástu þetta? Hvað? Það kom hundur og tók boltana þína. Kom hundur Já. Hingað inn. hingað inn? Já. Hvernig komst hann hingað inn? Það var eiginlega það sem ég heyrði þarna frammi áðan. Já, Já. en ég sá ekkert. Nei, hann kannski bara fór svona fram hjá þér þó að þú sæjar hann ekki. Þú dundur svolítið sunna við því. Já, það er reyndar alveg rétt. Já. En, hérna, hvernig komst hann samt inn? Glugginn var lokaður. Sennilega bara mjög vel upp alinn hundur sem lokar eftir sér. Eða, kannski var þetta svona draugahundur sem að svífur í gegnum veggi. Nei, þetta var bara venjulegur hundur sín. Já, bara venjulegur hundur. Nei, Abbi, hvað ertu að bulla? Nei, ekki trufla. Það er svo spennandi að vita hvað gerist næst. Einmitt, en hvar er hann núna? Ílega bara úti að leika sem er boltana þína. Já, en hvernig komst hann samt út? Útidyrnar voru lokaðar. Hann opnaði þær. Opnaði þær? Já, með kjaftinum. Með kjaftinum? Já, opnaði með kjaftinum. Og hvernig hélt hann þá á boltunum?
Settu það í poka. Í poka? Já, þetta er bara mjög kurteis hundur sem opnar og lokar á eftir sér. Ég þarf að baka meira. Abbi, nú ertu sko alveg búinn að skýta. Bíddu, var hann ekki að segja ósatt? Jú. Hopp. En það má ekki. Ég geti kannski bara fundið eitthvað annað til þess að æfa mig með. Nei, kannski ekki. Ha? Hvað er þetta? Hvað segirðu? Boltinn minn? Ég fann eitt boltan minn. Nei, gaman fyrir þig. Viss. Hvernig ætla hann að við lent þarna? Við erum það, boltar eða kannski var hann bara að fela sig, hryllilegir þyrstur allt í einu. Uppáhaldskannan mín! Hvað? Æ, það er leiðilegt. Og hún datt bara í sundur. Hvernig getur þetta gerst? Ég veit ekki. Kannski bara kom hundurinn og braut hana. Já, þetta er ömurlegt. Krakkar! Það má aldrei segja ósatt, ekki ljúga, ekki skrökva, ekki búa, bara bullusögur til. Þau heyra ekkert í okkur. Nei, þau heyra aldrei í okkur. Ég veit það. Heyrðu, hérna, sko, Hvað? hérna, Æ, má ég ekki bara vera leiður í friði? Allt í lagi. allt í lagi. Uppáhaldskannan mín. Heyrðu, Abbi, hérna fyrirgefðu, það var ég sem braut hana, fyrirgefðu, mér þykir það mjög leiðilegt. Mig grunaði það. Var það? Æ, ég heyrði brotlu á það. Já. Ég þorði bara ekki að segja það því ég held þú yrði kannski mjög reiður af því að þetta er svona uppáhaldskannaðinn og svona. Hún er það. Mér finnst eiginlega verra að þú skildir skrökva mér. Var það? Verra en að ég skildi brjóta könnuna? Já, það er dálítið ljótt að skrökva. Já, það er alveg rétt. Mér þykir þetta mjög leiðilegt. Ég veit. Á ég kannski að reyna að líma könnuna? Já, kannski. Og kannski líka, manstu að það er ekkert rosa góð hugmynd að vera í boltaleikrinni. Nei. En það er allt í lagi. Það kom hvort eða einhver hundur og tók alla boltana mína þannig að ég get ekki farið aftur í boltaleik. Abbi minn, ég held að nú sé bara komið tími til að segja sannleikann. Ég held það. Ég get ekki að horta þetta. Hey! Hey, þú! Hvað? Sjáðu. Boltandi mínir? Já. Hvað? Skilaði hundurinn þeim aftur? Þetta hefur verið rosalega kurteis hundur. Kannski. Var kannski aldrei neitt hundur. Kannski ekki. Og varst þú kannski bara að skrökva? Kannski. Þú ert bara ekkert skárri en ég. Þú varst að skamma mig fyrir að vera að skrökva og svo ert þú bara ekkert skárri. Sko. Stundum við gerum eitthvað óvart. Já, og stundum bara brotnar eitthvað og stundum er erfitt
fólk að sjá, hvað gera skal þá? Það má aldrei segja ósatt, ekki ljúga, ekki skrökva, ekki búa, bara bullsögur til. Mundu að sama hvað þú gerðir þá, mundu að ég elska þig og mundu hvað allra best að gera þá, segja satt og rétt frá. Það má aldrei segja ósatt, ekki ljúga, ekki skrökva, ekki búa, bara bullsögur til. Ég vona að þú skiljir það, ef þú biður þá skattu ekki efast að þér mun fyrirgefast og mundar maður á að segja satt og rétt frá. Og þetta einmitt það sem að bréfið spurði. Kannski komið svar frá ráðgjöfunum. Ja. Að vernda einhvern gott og það væri allt í lagi að segja pínu ósatt. En þetta eru tilfinningar og þú ætti bara að verja þau á þannig hátt sem þú getur gert. Það er alveg að segja smá ósatt eða ætla að hjálpa einhverjum eða láta einhverjum líða betur. Það má segja ósatt ef að það er til að vernda einhvern til dæmis. Ef að maður tæklar einhvern á vellinum og hann verður ótrúlega pirraður og ætla bara að finna dótið hérna hjá gæjanum sem að tækla hann og ætla bara að skemma. En vinir stráksins sem að tæklaði, þeir bara segja að hann hafi komið labbandi og í öllu sem hann kom í og einhverju. Það má segja pínu ósatt ef það er til þess að særa ekki aðra. Það er best að segja sannleikann. Já, það er nefnilega það. Þetta voru mjög góð svör við mjög erfiðri spurning. Mjög góð. Það er nefnilega mitt best að segja bara satt og rétt frá. Efast að þér mun fyrirgefast og mundar maður á að segja satt og rétt frá.